Matti, góður sigur í kvöld eftir frekar lélegan leik á föstudag. Hvað breyttist hjá þínum mönnum? Við hleypum þeim ekki í 95-100 stig og bara allt önnur orka og einbeiting í mannskapnum bara frá því við mætum klukkan korter í 6 sko. Maður bara fann það einhvern veginn að menn skömmuðust sín eftir frammistöðuna á Selfossi og það þurfti ekkert að segja neitt rosa mikið sko. Og þeir bara gerðu það sem að maður vonaðist eftir að sjá sko. Bara hver og einn. Lagði einhvern veginn, líkamann á sér og 100% effort bara í 40 mínútur. Líka þegar það gekk illa. Þú ert að fá gott framlag inn á bekknum í dag. Hversu mikilvægt er það í svona seríu? Bara skiptir mjög miklu máli. Við erum ekkert að rótera á neitt rosalega mörgum en þá er bara ágætis ábyrgð á 7., 7., 8., 9. að standa sig. Við erum ekki djúpir og það er bara fullt af strákum að koma innan á bekknum eins og Steinar og Óli og Matsek og ég er ekkert að fara fram á þeir komið og hver og einn salli 15-20 stigum sko. En bara gríðarlega munur á því að fá þá inn, gera ekki mistök í vörninni, gefa ekkert auðvelt. Og auðvitað bara bónus að Steinar skorur einhver 7, 8, 9, 10 stig. Það er bara geggjað. Það er stutt í næsta leik. Er eitthvað sérstakt sem þú vilt breyta hjá þínum mönnum eða bara áfram sama? Já, ég meina við erum náttúrulega, það er ekkert leyndarmál. Við erum í smá erfiðleikum með þessa framliggjandi 1-1 svæðisvörn. Við fundum glufur á henni í fyrri hálfleik. Svo breyta þær í aðeins. Eru aðeins grimmari. Það svona ýtir okkur út úr því sem við ætluðum að gera og gerðum í fyrri hálfleik. Við þurfum bara aðeins að fínpússa nokkra hluti og við erum flottir í vörn. Gameplanið gekk mjög vel upp í vörninni og þeir eru að taka miklu erfiðar skot heldur enn í síðasta leik. Það er svona að hitta þær verð. Þannig nei, við þurfum bara eitthvað aðeins að fínpússa hitt og þetta, skilur við til að svara spurningunni sko. Við breytum ekkert einhverju svakalega á 2 dögum sko. Nei, það er einmitt það. Takk fyrir. Takk.